Já, góðan daginn, elskurnar mínar og velkomin í svona impromptu live beint streymi í eldvarpinu hjá mér. Ég er nú búinn að vera svona á leiðinni að detta inn og ræða eins við ykkur en það var dálítil uppákoma í dag sem var til þess að ég hugsaði með mér, nei, núna verð ég að fara live en þess að ég má ekki láta verkefni hrannast upp svona. Ég ætla að vera löngu búinn að fara yfir Vókið hjá henni Þóru Kristínu Ásgeirsdóttur og ég ætla að líka taka fyrir grein Írisar Erlingsdóttur sem birtist í Morgunblaðinu í dag sem var reyndar rosalega góð, þannig ég mæli með þeir sem hafið ekki lesið greinin hennar Írisar Erlingsdóttur í Morgunblaðinu í dag. Ég held að þið ættuð að hreinlega drífa í því. Hún er á blaðsíðu 16 í Morgunblaðinu og heitir Kynjafræði er illræmd ógn við lýðheilsu og þetta er grjóthörð negla hjá henni Írisi Erlingsdóttur. En ástæðan fyrir að ég hugsa með mér, nei, ég ætla að drífa mig í smá beint streymi núna, það er að ég er með lögheimili á Breiðdalsvík og í morgun, sko, ég er staddur í Bretlandi núna eins og framkom bæði á X-prófælnum mínum og á Facebook-prófælnum mínum í gær. Þá hefur For Women's Scots og LGBT Alliance í Bretlandi beðið mig að vera viðstaddan dómsúrskurð sem verður lesin upp í Hæstarétt Bretlands er varðar karla sem skilgreina sig sem konur, sem sagt hvort að kvengervill sé í raun og veru kona þegar þó hann hafi eitthvað kynjavottorð sem í Bretlandi kallast Gender Recognition Certificate. Þannig að ég verð í Lundunum á miðvikudaginn og er því í Bretlandi í augnablikinu. En á Breiðdalsvík fyrir hvað, tæpum 2 klukkustundum síðan, núna, einhvers staðar á milli klukkan 11 og 12 í dag, þá bönkuðu 2 lögregluþjónar upp á Breiðdalsvík hjá mér og þar svaraði bróðursonur minn og þar stóðu náttúrulega 2 lögregluþjónar í dyragættinni með mynd af mér og einhver gögn eitthvað og spurðu hvort að þeir þekktu nokkuð til mín og hvar ég væri og þar fram eftir og hann svaraði náttúrulega því að ég væri náttúrulega ekki heima og þess háttar. Heyrðu, þá var honum tjáð það að lögreglan á höfuðborgarsvæðinu er víst búin að reyna að ná í mig ítrekkað og ef ég fari ekki að drífa mig í að fara í skýrslutökur eða hafa samband við lögreglan á höfuðborgarsvæðinu, þá myndi lögreglan lýsa eftir mér eftir opinberum leiðum. Og ég er sem sagt fæ skilaboð í gegnum frænda minn að ég eigi að hafa samband við Eirík Valberg hjá R2 hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu sem ég svo náttúrulega bara gerum hæl en það var ekki hægt að ná í hann og ég hafði náttúrulega samband við lögfræðinginn minn eins og skot því að mér finnst þetta stórfurðulegt því að frá við erum búin að bíða eftir svari frá lögreglunni að fá afhent öll gögn málsins er varðar þá skýrslutöku sem ég var dregin í deginum fyrir kosningar þann 29. nóvember síðastliðinn. Og við báðum öll gögn málsins, eða lögfræðingurinn minn báðum öll gögn málsins þann 3. febrúar síðastliðinn og núna er sem sagt 14. apríl og komið fram yfir hádegi og engin gögn hafa látið sjá sig. Og það skemmtilega við þetta allt og það furðulegasta við þetta allt er að þessi greið lögreglumenn í morgun
voru látnir keyra fíluferð alla leið frá Reyðarfirði yfir á Breiðdalsvík sem eru sko fram og tilbaka er þetta alveg 150 kílómetra rúndur og eflaust alveg 2 tíma verkefni fyrir þessa lögreglumenn og svona telur lögreglan að peningu skattborgaranna sé vel varið og þetta finnst mér bara ámælisvert. En málið er það, sá sem sendir þessar menn í þessa fíluferð og í þennan bíltúr, hann er með fullt af tölvupóstum frá lögfræðingunum mínum og hefur ekki svarað beiðni okkar að fá gögn málsins eða gögn sem varðar mig afhent. En samt tekur hann upp á því að senda 2 lögregluþjóna af Reyðarfirði og yfir á Breiðdalsvík til þess að reyna að hafa upp á mér. Þetta er fara að nálga svona já, maður á náttúrulega ekki að hlæja þessu, en þetta er dálítið hillbillilegt einhvern veginn. En þetta er fara að líkjast meir og meir ofsóknum. Ég meina, hvað er málið? Lögreglan getur alveg svarað hérna tölvupóstum og bara til þess að sýna ykkur fram á það að ég er ekki að fara með neina fleipur, þá ætla ég að bara sýna ykkur svart á hvítu að þetta er eins og ég er að segja þetta sé. Þannig já, skulum við bara kíkja hérna. Hérna sjáum þið óskum gögnum tilnefningu verjanda og þess áttar og gögn málsins 3. febrúar 2025. Og þarna eru fleiri og fleiri póstar til okkar og engin svör. Og svo náttúrulega hérna síðast þar ítrekkun og hérna ítrekku gagnabeiðni móttekin og send 14. mars, það er mánuður síðan, ekkert gerist og ég veit ekki hvað og hvað. Hérna kemur mér þess að e-mail frá Jóna Kristín, já. Hérna, ég var nú hérna með eitthvað e-mail frá þessum lögregluþjóni Eiríkur Valberg, já hérna, við förum í þetta 17. mars, það mánuður síðan og þessi sami maður sendir sem 2 lögreglumenn á stað frá Reyðarfirði yfir á Breiðdalsvík og það hefur, sko, við erum búin að bíða eftir að lögreglan hafi samband og láta okkur hafa gögn málsins og við náttúrulega gerðum það líka strax í morgun með tölvupósti hérna að við erum að bíða eftir að lögreglan hafi samband. Og eins og ég sjáu, sko, er þetta ekki, ég er eiginlega bara orðlaus yfir þessu og við erum að tala sko, einhverja hugsanaglæpi og ofsóknir á hendur, sko, pólitískum andstæðingi og það er verið að ofsækja samkynhneigðan mann sem er að gagnrýna hinsegin hreyfinguna. Þannig að ef samkynhneigður karl má ekki gagnrýna hinsegin hreyfinguna, hver í fjandakorninu má það þá og fyrirgefa orðbragðið. En ég vildi nú bara koma í stuttstrím, ég ætla ekkert að hafa þetta langt, því að mér finnst bara mikilvægt að fólk viti hvernig er starfað. Sko, málið er það, við viljum bara fara að átta okkur á því að kerfin okkar á Íslandi eru hrunin. Ríkisvaldið er í raun og veru hrunið. Stjórnmálamennirnir ráða ekki neinu. Embættismannakerfið er orðið stórt, báknið er orðið stórt, embættismannakerfið stjórnar stjórnmálamönnunum. Þú sér það að við erum með ákvarðanafælinn dómsmálaráðherra og það var hinn forveri hennar líka sem getur ekki einu sinni höggvið á hnútinn á því sem er að gerast hjá embætti ríkissaksóknara. Það er allt hrunið. Það þarf að endurskipuleggja þetta allt frá grunni. En ég ætla ekki að láta þetta vera lengra í dag, ég vildi bara koma þessu út þannig að ég mun alveg örugglega hoppa svona on and off live ef mér dettur það í hug. Ég held að það sé bara langt best að gera þetta þannig. En verið þið sæl elskurnar mínar og eigi bara góðan dag, verið þið sæl.